the world with the hope inside us. I hear the sound of a roaring anthem, burning with your love. Let every voice sing, let every part of me speak of all you've done. I am alive, you have made this life brand new. Hands to the sky, putting out my love for you.
Góðan daginn og velkomin á samkomu. Allra að horfa á mig. Rosalega gaman að hafa ykkur hérna í dag. Við erum hérna að lofa Guð og þið eru að lofa Guð með okkur. Við ætlum að halda áfram að gera þetta í smá stund. Spurning hvort að við biðjum aðeins saman. Eru þið til í það? Elsku Faðir, bara þökkum fyrir það að þú ert konungur allra konunga. Þú ert sá sem ert okkar leiðtogi í okkar lífi og við þökkum fyrir það að við getum komið til þín ekki bara á sunnudögum, heldur alla daga til þess að upplyfta þínu nafni og Faðir bara til þess að segja þér að hversu mikið við elskum þig og hversu mikið við þráum að hafa þig með okkur daglega í þínu lífi, í okkar lífi segi ég. Faðir, bara biðjum að vera með okkur þessari samkomu, bara að fylla hjarta okkar á lofgjörð í dag og Faðir að við bara getum saminast hérna saman sem þitt fólk undir þessu þaki, Faðir, og bara upphafið þitt nafn. Við biðjum fyrir samkomin í heild og því orðið sem að fer fram hérna á eftir, Faðir, við biðjum bara að fylla það að þínum anda og það megi komast til skila og það megi gróðursetjast í okkar hjörtu í dag. Halleluja. Þökkum við það í Jesú nafni. Eru þið til í meiri lofgjörð? Það eru við líka. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I will see
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. Come on, my weapon is a melody. I raise a hallelujah. Yeah. Heaven's comes to fight for me. Come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Yeah, with everything inside of me. Oh, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. Woo! In the middle of the misery. Whoa, I raise a hallelujah. Fear to lose you all of me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We praise you, God. Sing a little louder. Sing a little louder, Come on. Sing a little louder. sing a little louder, We sing a little louder. sing a little louder, We sing a little louder. Yeah. sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. weapon beyond belief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder.
Halleluja. Gott að vera hérna í dag. Halleluja. Jesus, hann sigurvegari. Hann drottinn drottna og konungana. Halleluja. Og hann verður að lofa þér. Og hann að opinbera sína dýr miklu meira heldur en hann gerði nokkur sinni fyrr. Það fylgir í stundu barátta, en það okkar að taka ákvörðun að fylgja því eftir sem hann að gera. Og stíga fram, nú tíminn til þess að stíga fram og gefa kirkjunni að vera rödd á ný. Halleluja. Þannig ég lýsi yfir drottinn Guð að þú kemur með gegnumbrot hér í dag, drottinn minn Jesus. Þú kemur með mætt og mikil dýrð inn á þessa samkomu í dag, drottinn Guð Jesus. Og þú kemur með gegnumbrot fyrir Ísland, drottinn Guð Jesus. Ég þakka fyrir að vakninginni byrju, drottinn. Þú ætlar að leiða marga til frelsis þessu ári, drottinn minn Jesus. Halleluja. Og þú ætlar að vekja marga upp, drottinn Guð, sem hafa sofnað á göngunum með þér, drottinn minn Jesus. Ég lýsi þig yfir, drottinn minn Jesus. Halleluja. Þú mun starfa með mætt og mikil dýrð. Halleluja, á þinn einstaka hátt, Jesus. Amen. Halleluja. Við ætlum að taka samskot núna og þið þekkið það að baukurinn gengur ekki að milli. Hann hérna bara aftast í salnum, posi frammi og svo reikningsnúmer sem kemur upp á skjáin núna. Og þið finnir ykkur bara frjáls núna til þess að gefa. Flestir með þetta frá rafrænt í dag. Það er ástæða fyrir við látum ekki baukinn ganga á milli. Halleluja, drottinn minn. Ég bara þakka fyrir það að þú blessar alla drottningu hérna inni, drottinn minn Jesus. Ég þakka fyrir það að þú mynd auka við allan hátt, drottinn minn Jesus. Og ég þakka fyrir það að þú ert varðveitrar nægtan í okkar lífi, drottinn minn Jesus. Halleluja, þú vilt blessa allan hátt og líka fjárhagslega, drottningu. Þakka fyrir það, Jesus. Amen. Þú opnar dyr fyrir þá sem hafa ekki atvinnu, Jesus. Halleluja, þú vilt opna nýja dyr á margan hátt þess ári, drottningu. Ég þakkar og ég lofa þig fyrir það, drottinn minn. Amen. Örstutt, tvær tilkynningar. Edinn byrjar aftur á miðvikudaginn klukkan 7 með bænastund, svo kennslan klukkan 8 og svo Karla hitt ykkur á fimmtudaginn klukkan 7. Við byrjum á því að borða saman og svo eigum við smá samfélag og svo ætlum við að stúdera eitthvað orð. Eitthvað nýtt kennsluefni sem að Alli hefur fundið. Þannig að það verður bara spennandi að fá að vita hvað það er. Amen. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengur. Við skulum bara standa upp núna, gera okkur reiðbúin að fara aftur inn í lóngjörnina og svo fáum við að heyra predikun dagsins. Amen. Hlakka til. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love, surround.
happen now. For the Spirit of the Lord is here. His evidence is come on. That the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. The Lord is here. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We sing together. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are so good. You are so faithful. You are so good, God. You are so faithful. Oh. Enjoy your presence. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
for your presence. We love you. We love you. We love you. We need you every day, every morning, every year, in every circumstance. We need you, Jesus. When we are good, when we are bad, you are here in our hearts. Fill our hearts, Jesus. Fill our hearts with your presence. I can feel your presence in this place. I can feel your presence in this place, Jesus. Feel. Feel every heart. Feel every heart. Feel every heart, Jesus. Every empty you feel, Jesus. You feel every empty in every heart, in every heart. You are here touching every heart, Jesus. Your presence is here, healing every heart. Flow. Just we want to sing. We need you. We need you, Jesus. 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 Come on, you sing. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Come on. We need you, Jesus. 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 Hallelujah. We need you, Jesus. Oh, we need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. That is who you are. 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 Halleluja, Jesus. Halleluja. Dýrsi Jesus. Wow. Halleluja. Andi Guðs er hér. Má ég heyra amen.
Vitið það, ég kom á þessa samkomu. Það búið að vera rosaleg barátta. Þessi dagur ekkert búin að vera neitt eðlilega sérstakur. En ég vissi það, Guð myndi mæta fyrir andarsinn og hann svo sannarlega búin að gera það hér í dag. Hvernig væri bara að taka við því sem að Jesús hefur fyrir okkur í dag. Rísum á fætur. Og margir kannski sem að koma í fyrsta skipti spyrja sig af hverju þessi tjáning? Út af því að ég full af tjáningu og við öll hér. Vitið það hægt að lofa Guð klálega með hjartanu. En vitið það, Jesús, hann getur gripið öll okkar skilingavit. Hann getur gripið alla okkar tjáningu. Og vinir, ef að við getum algjörlega mist okkur yfir bolta, og Arsenal og Liverpool að fara að spila eftir og ég beðinu sérstætt bænarefni fyrir Liverpool. Ef að við getum mist okkur yfir bolta, þá getum við mist okkur yfir þeim sem skapaði heiminn, vinir. Má ég heyra á meðan? Þannig að tjáning af hinu góða. Þannig að tjáum okkur að vild í húsi Guðs. Mun eftir Davíð, hann lofaði Guð þannig að konan hans meira þess að skammaði sín fyrir hann. Við eigum ekki vera upptekin af því hvað aðrir segja. Það skiptir engu máli. Þegar við erum að lofa Drottinn, þá það bara ég og Drottinn. Þannig að lyftum upp höndum okkur og bara lofum að hér í dag. Þökkum honum fyrir allt það sem hann hefur gert. Drottinn, ég bara lyft upp nafni þínu. Ég lofa þig fyrir það sem að þú ert, Drottinn minn. Ég þakka þig fyrir það, Drottinn minn, að þú kemur aldrei of seint. Ég þakka þig fyrir það, Drottinn minn, að á kvöldi gistur og skrátur, en það gleðisöngur á morgni. Og Drottinn, það komið að gleðisöng í lífi okkar margra hér í dag, Drottinn. Það ekki endalaus grátur, síðan kemur uppskera, Drottinn minn. Og það hver tíð, Drottinn minn, sem að ber sinn sjarma, sem að ber sinn ávöxt, Drottinn minn. En nú komin tími til þess að stíga inn í nýja dyr, Drottinn minn. Að taka landið okkur til eigna, Drottinn, sem að þú hefur gefið okkur. Og Drottinn, ég bið að verka í okkur að vilja og framkoma þér til velþóknunar. Að allt sem við gerum sé þér til dýrðar og til heiðus. Og við biðjum í Jesú nafni. Allir liðinni sagði. Alli minn, áður en ég tala, vilt þú segja eitthvað eða? Hann hefur nefnilega þörf á að tjá sig. Já, vilt þú tala? Maðurinn minn, hann fær nefnilega aldrei að tala. Þess vegna mjög mikilvægt að hann fái svigrúm. Fáum okkur bara sæti hérna. Fyrst að maður kallaður upp þá getur maður ekki sagt nei. Þá notar maður tækifæri. Akkurat. Það nefnilega eitt sem ég tók eftir á samkomunni, í lofgjörðinni. Það þetta með að hafa eyru sem heyra. Og mér finnst æðislegt hvað allavega Guð að gera í mínu lífi, hvað þetta varðar. Að heyra hvað að gerast, hvernig Guð að tala til okkar í lofgjörð og öllu. Og lofgjörðin búin að vera yndisleg í dag, en lofgjörðin, bara fyrir þá sem vita það ekki, sko plógurinn fyrir orðið. Þannig að ekki fara út áður en orðið predikað. Við verðum að hlusta á orðið. Það orð Guð sem breytir okkur, ekki tónlistin. Tónlistin yndisleg og æðisleg og hún svona hrífur upp tilfinningar og jari og það gott. Það mjög heilbrigt að það sé hrist upp í tilfinningum okkar. Mjög gott. En Guð í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð og það orðið sem skiptir öllu máli. Amen. Og það það sem á að fara sá inn í hjart okkar núna og inn í and okkar. Þannig að ekki fara, fáum okkur bara sæti, sittum og höfum hjört okkar mjúk og höldum áfram að hafa hjört okkar mjúk fyrir því sem verður talað. En það sem ég ætla aðeins að því ég fæ nokkra mínútur, nú ætla ég að leyfa mér að tala smá. Fyrst að ég kallaður upp, sko. Það sem var merkilegt í það sem ég tók eftir áðan, var það fyrst það sem Árni talaði hvernig Guð að svona opinbera dýr sinna meira fyrir okkur og svoleiðis og það okkar að taka á móti því. Síðan talar Guðmundur Haralds spátanlegt orð að við eigum að taka landið.
Og þessi 2 orð hafa eitt sameiginlegt og það er að það eru við, ég og þú, sem eru ábyrg fyrir þessu. Það er mitt að taka á móti og það er mitt að stíga fram. Við erum svo oft svo gjörn á því að segja, Guð, vilt þú? Ég ætla að setjast þetta í hægindastóli minn og ég ætla að biðja og biðja og biðja og svo á Guð að gera hlutina. Og við getum alveg beðið, þá til við erum andlaus og blá í framann, skiljiði, og við getum grátið úr okkur augun og svo framvegis. En ef að við stígum ekki upp og framkvæmum það sem Guð leggur á hjarta okkar, þá gerist ekki neitt. Amen. Þannig að þetta var það sem kom svo mikið til mín, þetta tvennt. Biblían talar miklu meira það og Nýja testamentið það hvað við eigum að gera heldur en nokkuð tíman hvað árásirnar eru í kringum okkur. Allt vald er mér gefið á himni og jörðu, sagði Guð, sagði Jesús og hann býr innra með okkur. Það er okkar alltaf að stíga fram í krafti Guðs og styrkleika Guðs. Amen. Þannig að vers dagsins er, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur og fær ekki dulist. Þannig að það er okkar að vera þetta ljós, vera vitnisburður og stærsti vitnisburður okkar í lífinu er hvernig við framkvæmum það sem við eigum í hjarta okkar. Það er miklu sterkar vitnisburður heldur en það sem við segjum. Amen. Amen. Þannig að ég vil bara hvetja ykkur og blessa ykkur og þetta er bara okkur svona aðeins að svona íta við okkur. En allt í kærleika í Jesú nafni. Amen. Og það skulum við bara biðja. Já, biðjum bara. Rísum á fætur. Guð er svo sannarlega að starfa hér í dag. Takk Jesús. Ég þakka þér fyrir náð þín og miskunn, ég þakka þér fyrir trúfesti þína, ég þakka þér fyrir kærleika þín, miskunn þína, varðveislu þína, vernd og blessun. Ég þakka þér fyrir að þú gengur hér mitt á meðal okkar og ert að mæta okkur og tala til okkar Jesús, fyrir þinn heilaga anda Jesús. Þú segir þessi 2 eða 3 samankomnir þínum nafni, þar ert þú mitt á meðal og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert að starfa fyrir anda þinn Jesús. Ég bið að smyrja varir hans Sibbi þegar hún talar orð þitt. Þetta er orð sem þú hefur lagt á hjartina, Drottinn minn. Ég bið að smyrja hana og blessa útgöngu og inngöngu og allt sem hún tekur sér fyrir hendur Jesús. Og ég bið fyrir sérhver sem er hér inni að gefa okkur þá auðmýkt að taka á móti orðið þínu Jesús. Og orðið þitt megi, halleluja, segja hjarta okkar, Drottinn minn. Halleluja, gefa okkur eins og orðið þitt er eins og lifandi vatn Jesús. Það sefjar þorst okkar og það sefjar hungur okkar Jesús. Drottinn minn, ég bið þess að orðið þitt megi bera 100-faldan ávöxt Jesús. Og við förum ekki frá þér, Drottinn minn, öðruvísi en að þú hefur mettað okkur af þér, heilagi Faðir. Þú blessar inngöngu, þú blessar okkar útgöngu og allt sem við tökum okkur fyrir hendur því að það er allt þér til dýrðar, vegsemdar og heiðurs í Jesú heilaga nafni. Amen. Halleluja. Takk Jesús. Öflugur hann allir minn. Mér langar að halda áfram með efni sem ég byrjaði að tala síðast þegar ég talaði og það er varandi nýtt uppað. Það er mikið búið að tala yfir landinu okkar að við stöndum frammi fyrir nýrri tíð og margir spátumar sem hafa farið út bara í gegnum allan heiminn að við erum að fara að stíga inn í nýja tíma, dyr sem eru að opnast og það er ekki nóg að sjá hann og opna, við verðum að stíga inn, ekki satt. Þannig að nýtt uppaf, þegar við skoðum ritningarnar, að þá þýðir nýtt uppaf eitthvað sem að Guð byrjar innan með okkur. Við erum oft svo mikið að biðja vakningu, biðja Guð hitt og þetta og Guð verkar, okkar Guð, hinn sanni Guð, hann verkar innan frá og út. Hann verkar ekki fyrir utan okkur fyrst og síðan inn á við, eins og í reyndar flestum öðrum trúarbrögðum. Að þá reynir að nálgast Guð með ákveðnum verkum og þú nálgast hann þannig. Jesú Kristur er ekki þannig. Jesú Kristur sagði, ég er vegurinn, sannleikur og lífið. Og ef þú tekur á móti mér, að þá muntu eiga líf í fullri gnægð. Og ekki bara líf í þessu lífi, heldur í hinu komanda. Þannig að við erum frelsuð fyrir blóð hans og fyrir það sem hann gerði á krossinum og ég heyra amen. Þannig að hann verkar innan frá og út.
Og við fórum í gegnum það hvað er mikilvægt, vinir, að við berum gott fram úr góðum sjóði hjartans. Því að við erum bæði líka með sál og andi. En við erum líka með hold, vinir, og holdið stríðir gegn andanum, kennir reikningin. Þannig að við þurfum að vera meðvituð það hverjum ætlum við að þjóna. Halleluja, má ég heyra amen. Takk Jesús. Þannig að mér langar bara til þess að setja upp myndina til þess að ég geti haldið aðeins áfram með það sem ég talaði síðast. Þá förum við aftur í Rómverjabréfi í kafla 8 í vers 28 og 29 og við þekkjum þetta vers flest. Við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þeim sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar hans. Halleluja. Og svo stendur svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Hann sem sagt fordæmið okkar. Þetta frumburður meðal margra systkina þýðir það að hann er fyrstur. Hann er fyrstur og hann er fordæmið og við höfum að fylgja honum. Og það sem að Guð gerir fyrir náð sín og miskunn er að hann byrjar að verka í hjartan okkar. Hann lætur alla hluti, líka vondu hlutina, líka óþægilegu hlutina, líka sásökaðinn, líka vonbrigðin þín. Hann lætur alla hluti samverka sér til góðs. Hann getur nýtt allt sem að þú hefur farið í gegnum og hann getur látið það samverka til góðs. Má ég heyra amen. Vitið það, þetta eru bara frábæra fréttir. Það þýðir það að allt sem að þú hefur gengið í gegnum getur Guð notað sér til dýrðar. Og það sem hann hefur áhuga á fyrst og síðast, það er að hjálpa þér að ganga gönguna þannig að þú sért heill, að þú taki við lækningu hans út af því að við förum öll í gegnum lífið og upplifum alls konar á eigin skinni. Hver hefur farið í gegnum lífið og ekki orðið fyrir sársauka eða meiðslum? Við göngum öll í gegnum krefjandi kringumstæður. Þannig er bara lífið. En Guð er miskunnsamur og hann er náðaríkur og hann er trúfastur öllum þeim sem að bara ákalla hann. Þess vegna er svo mikilvægt, vinir, að við séum í samfélagi við Drottin á hverjum einasta degi. Og það sem hann hefur áhuga á, stendur hérna í þessum reikningastæri, hann hefur áhuga á að mynda sína mynd í lífi þínu og mínu. Og hann gerir það með alls konar hætti. Hann gerir það með öðru fólki. Ég veit ekki hversu ofta fólk hefur kannski stigið á tærnar á mér og það hefur komið upp alls konar eðli í mér sem að ég þarf að láta krossfesta. Hlutir sem að þurfa að deyja í mínu lífi. Egóið mitt. Þeir sem að þekktu mig fyrir 20 árum síðan, ég var rosalegur egóisti og allir jafnvel segir að ég er en ég held hann sé að miskilja. Þetta er dáið í mér allir. En það sem ég vildi segja er að Guð lætur okkur í kringumstæður og hann oft setur okkur í aðþrengda kringumstæður sem gefur okkur tækifæri til þess að endurskoða hlutina, endurmeta hlutina. Og það sem hann gerir er að hann kennir okkur með alls konar kringumstæður leksjur. Auðmýktar leksjur. Það er nú oft þannig, vinir, að það þarf stundum að reka rostan úr okkur. Við erum stundum bara þannig. Og Guð notar alls konar kringumstæður fólk og aðstæður til þess að gera það að verkum að það fæðist auðmýkt í líf okkar. Og vinir, auðmýkt er alltaf undanfæri virðingar. Á göngunni með Guði, þá þurfum við að auðmýkja okkur. Það er ekki endilega gott að þykjast vita allt og fara bara eftir eigin hyggjuviti. Ég er alveg ágætlega greind kona. En vinir, mitt hyggjuvit hefur oft leitt mig út í skurð. Og vinir, þá er best að leyfa Drottni að taka stjórnina og leyfa honum að ráða og ríkja. Má ég heyra amen? Þannig að vinir, tilgangurinn með þessu öllu saman er að mynd Drottins og hún myndist í lífum okkar. Og hann verkar innanfrá og út. Og ég tók dæmi með Ísraelsmenn út af því að það er talað það í Jóhannesarbrefi að för Ísraelsmanna er sem áminning fyrir okkur sem að lifum þessa tíma sem við lifum á, sem eru kallaði síðustu tímar í ritningunum.
Og þetta áminning fyrir okkur að við lendum ekki í því sama og Ísraelsmenn lendu í þegar þau fóru út af Egyptalandi á leið sinni inn í Kanaansland. Og við vitum það sem að þekkjum þá sögu að það var ýmislegt sem að kom í veg þeirra. Drottinn vildi móta vilja sinn í lífum þeirra og þau fóru út úr Egyptalandi og það mynd upp á það þegar Jesú kemur inn í líf okkar og við tökum við honum sem okkar frelsara. Við förum út úr Egyptalandi. Þið munið, þau settu blóðið á dyrastafina og það mynd upp á blóð Jesú sem að rann á Golgata krossi og þegar þau settu blóð á dyrastafina þá fór engill dauðans framhjá og þau eru hólpnir. Og vinir, þegar hann tekur okkur út úr Egyptalandi, þá bara í rauninni byrjunin byrjuð. Þá það bara rétt upphafið af því sem að Guð vill gera í líf okkar. Og vinir, Biblían kennir okkur líka, við eigum ekki að haga okkur eins og þeir gerðu á sínum tíma. Því að Guð hafði stórkostlega áætlun með þeirra líf og vinir, hann hefur stórkostlega áætlun með þitt líf. Hann hefur stórkostlega áætlun fyrir einn og sér hvern hérna inni. Og hún stór og hún mikil. En með áætlun Guðs, með blessun Guðs, þá fylgir ábyrgð. Og vinir, hann hefur meiri áhuga á karakter. Hann hefur meiri áhuga á rótum sem að skjótast niður þegar erfiðleikarnir eru. Eins og við erum búin að vera að syngjum í dag. Hvað við veljum þegar stormurinn geisar skiptir svo miklu máli. Og Biblían kennir að rætur okkar eiga að ná djúpt. Eina leiðin fyrir rætur til þess að fara neðar, það í myrkri. Í roki, þegar hlutirnir ekki alveg í lagi í kringum okkar, þá kemur svo berlega ljós hvað innra með okkur. Og vinir, þá skiptir máli að mynd Drottinn sé hið innra. Að við svörum ekki bara óvinninu með einhverju, heldur að við séum með orð Guðs ritað á hjörtum okkar. Munið eftir þegar Jesú fór út í eyðimörkinu og óvinninu kom og freistaði hans, hann sagði ritað Og vinir, óvinnurinn, hann gengur sem öskrandi ljón. Við kannski sjáum hann ekki sem ljón, það getur verið eitthvað annað. Það getur verið hluti sem að halda okkur föstum í einhverjum kringustæði sem við eigum ekki að vera í. Og vinir, í dag, þegar við horfum hérna út, þegar við horfum bara á líf okkar, þá erum við öll full af einhverju, við erum að gera alls konar hluti sem að skipta í rauninni engu máli. Má ég heyra amen? Við erum svo upptekin á símanum okkar. Ég að ýkja? Ég nefnilega ekki að ýkja, þess vegna þetta svona fyndið. Við erum öll einhvern veginn á Facebook, við erum öll í gervi samskiptum þegar Guð vill eiga samfélag við okkur og hann hvetur okkur til að stunda samkomur. Hann segir við okkur, vanrækið ekki safnaða samkomur, eins og sumraði siður. Af hverju? Því að það eitthvað sem gerist þegar við erum öll saman komin. Gunnar segir eitthvað við mig og mér finnst það óþægilegt eða allt í einu talar Gunn ekki við mig þennan daginn sem hún gerir alltaf, hún talar alltaf við mig, hún opaslega yndisleg, bara þannig að því sé haldið til haga. Eða þá að einhver uppörvar, einhver hvetur mann. Ég veit ekki hversu oft ég komið á samkom og ég hef einhvern veginn verið bara á ystu nöf, bara komin alveg út að enda sjálfur mér. Þá kemur einhver að uppörfa mig. Það kemur einhver og hvetur mig. Við eigum ekki að ganga gönguna ein, má ég heyra amen. Við eigum að ganga hana saman og við eigum að ganga hana í kærleika og vinir maður brýnir mann. Já, það alveg rétt og kraftur heila sanda. Hann starfar á meðal okkar. Og við finnum það alveg, vinir. Við finnum það þegar andinn fer einhvern veginn, það byrjar eitthvað að gerast á samkomi eins og gerðist hérna í lofgjörun áðan. Það allt í einu breytist andrúmsloftið. Og allt í einu fara hlutir sem voru erfiðir bara hérna fyrir samkomi, allt í einu, já, þetta ekkert mál. Guð með þetta. Þannig verkar Guð. Þannig að við þurfum að vera í hans liði, fylgja honum hvers sem að hann fer. Má ég heyra, amen. Halleluja. Og bara til þess að þið áttu ykkur á, ég ætla að fara í hennar reikningsdagi fyrir á Korinthubrefi í 10. kafla, allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og þarna verið að tala þessa för Ísraelsmanna. Hún fyrirboði
og það er ritað til viðverunar okkur sem endir aldan er komin yfir. Tilgangurinn og nýja byrjunin var fyrirheitnalandið. Guð gaf Móse mynd þegar hann horfi á brennandi burknan og hann gaf honum mynd upp á það hvert hann vildi fara með þjóð sína. Hann var búinn að heyra ákallið. Hann var búinn að heyra hróp hjarta þeirra. Þeir voru búinn að vera í hvað er það kallað? Þeir voru þrælar. Vinir, þeir voru þrælar og búinn að vera það í mörg 100 ár og Drottinn heyrði hróp hjarta þeirra. Og hann sendi Móse, gaf honum mynd upp á það hvert hann átt að fara. Og hann gerði meir en það, hann opnaði líka leið fyrir hann. En Móse, notabene, vildi ekki einu sinni fara. Hann vildi ekki einu sinni fara því að hann upplifði eins og hann gæti það ekki. Hann sagði, Guð, af hverju ég? Ég er maður sem stama. Ég er maður sem geti ekki einu sinni tjámið með eðlilegum hætti. En vitið það, Guð lítur ekki á okkar, þið vitið, skort á einhverju sem einhverja hindrun. Máttur Guðs fullkomnast í okkar veikleika. Þannig í dag, ef að þú upplifir þig í veikleika, hafðu engar áhyggjur. Máttur Drottins fullkomnast í okkar veikleika. Má ég heyra með hann? Og vinni, þetta er frábæra fréttir. Því ég veit ekki hversu oft á göngunni með Guði ég upplifi mig veika. Hann þarf ekkert á því að halda að ég sé alltaf sterk. Það sem að ég geri er að ég er sterk í honum. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Halleluja. Má ég heyra með hann? Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Í Jesú nafni. Halleluja. Þannig að nýja byrjunin fyrir Ísraelsmenn var Kanansland. Og við vitum það líka að Guð tekur aldrei neitt frá okkur, samanber þegar hann tók þau út úr Egyptalandi, nema til þess að þau myndi bera meiri ávöxt. Biblían kennir að hann snýðlar viðniðin til þess að hann beri meiri ávöxt. Og reikningin kennir að hann tók þau út úr Egyptalandi upp og inn í Kanansland. Þetta er líka meginregla í Guðsríkinu. Þegar hann kallaði út úr einhverju sem er ekki að þjóna þig lengur, sem er vont fyrir þig, þá tekur hann ekki bara hluti úr lífið þínu, hann tekur þig upp og inn í eitthvað annað. Og þetta eru frábæra fréttir líka. En oft á tíðum, þegar við erum að gangi gegnum eitthvað svona, að Guð er að eiga við eitthvað í líf okkar, og eitthvað sem að var, sem að við, okkur jafnvel þótti væntum, jafnvel einstaklingar sem að voru í líf okkar eða kringustæði eða bara hlutir í líf okkar sem að við kannski héldum upp á og voru mikið að gera á einhverjum einu tímapunkti. Stundum er það þannig að Guð tekur hluti úr líf okkar. Má ég heyra amen? Þetta er ekki endilega þægilegt orð að tala, en þannig er það samt. Sumir vinir eru kallaðir til þess að komin í líf okkar aðeins í stutt og stund. Stundum er það þannig að Guð setur fólk í líf okkar til þess að reyna okkur með einhverjum hætti. Til þess að sýna fram á eitthvað í okkur eða eitthvað svoleiðis. Eða jafnvel að við sjáum hluti í viðkomandi sem að okkur þykir ekki væntum að sjá. Og vinni, þetta eru óþægilega lífsreynslur. Þetta eru erfiða lífsreynslur. En þetta eru líka nauðsynlega lífsreynslur. Má ég heyra með? Og oft á tíðum er sársaukinn sem eftir situr þegar Guð annaðhvort tekur hluti úr líf okkar eða þá fjarlægi fólk úr líf okkar. Sársaukinn sem eftir situr getur oft verið svo ofboðslega sár. Og hann getur gert það að verkum að við verðum upptekinn af hlutnum sem að Guð er búinn að taka frá okkur. Og þetta er það sem oft heldur fólki frá að stíga inn í Kanansland. Og við sjáum það þegar við lesum frásögnina Ísraelsmenn, þegar þau fóru út úr Egyptalandi og inn í Kanansland, að þá tók Guð þau inn í eyðimörk. Og alltaf þegar eitthvað gerðist í líf þeirra, þegar einhverjar aðstæður komu upp, þegar hitinn kom á, að þá kvörtuðu og kveinuðu
og þau voru ósátt við að vera í eyðimörkinni. Þau söknuðu Egyptalands. Og það er oft þannig að þegar Guð er að lækna eitthvað í líf okkar og er að taka okkur inn í nýjan stað í staðinn fyrir að horfa í átti framtíðar, þá þurfum við að vera upptekin af fortíð okkar. Við nefnilega stöðnum. Og vinni, það er mjög mikilvægt að þegar við áttum okkur að því að fá þessa opinberun frá Drottni, að Guð tekur aldrei úr lífið þínu einhvern hlut, einhverja mannesku, einhvern atburð, nema til þess að þú berir meiri ávöxt. Og vinir, til þess að höndla það nýja frá Drottni sem hann hefur fyrir því í dag, þá þarf að vera tilbúin að sleppa tökunum á því gamla. Það sem að meira er, þú þarft að leyfa Guði að eiga við sárin sem að myndast í líkamannum, myndast í sálinni þinni eftir slíkan viðburð. Og við erum að sjá jafnvel kirkju fulla fólki sem er ennþá meitt og með sársauka frá hlutum í fortíðinni. Og auðvitað er það þannig að sumt víkur ekki frá okkur. En annað, vinir, er það sem við verðum að gera og það sem að Biblían kennir okkur að gera. Það er að horfa til þess sem verður. Við eigum að gleyma því sem að baki er og við eigum að seilast eftir því sem framöndan er. Og þetta seilast, það þýðir að teygja sig. Og vinir, ef við ætlum að stíga inn í það nýja sem að Guð hefur fyrir okkur og taka landið okkur til eigna, þetta voru skýr skilaboð sem að koma frá Drottni hérna áðan, að þá verðum við, vinir, að leyfa Guð að eiga við sársauka fortíðarinnar. Ef að þú gerir það ekki, þá verður bara gröftur í lífiðinu sem gerir það verkum að alltaf þegar hitinn kemur á, að þá horfar tilbaka frá því sem að Guð vill gera. Og vinir, með því móti, þá getur óvinurinn haldið frá þér því allra besta sem að Guð hefur fyrir þig. Amen. Það eru lítil viðbrögð hér í dag. Halleluja. Ég á bara ekki að venjast þessu. Þetta er góð. Takk fyrir, Árni minn. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesús. Allavega, höldum áfram. Þannig að vandinn hjá Ísraelsmönnum var ekki það að þau voru ekki að nálgast fyrirheitnalandið. Þau tók alltaf ranga ákvörðun, þannig að afstæða hjarta þeirra var á röngum stað. Og vinni, þetta snýst hjartalag. Þetta snýst ástand hjartans. Gnægð hjartans af gnægð hjartans mælir munnurinn. Og reikningin ítrekka það trekk í trekk að við að varðveita hjartað. Við að varðveita upp sprettur hjartans. Og vinni, hvernig gerum við það? Hvernig getum við varðveit það að við séum ekki að festast inn í móðgun eða sársauka eða því sem var eða erfiðum skilnaði eða hvaða kann að vera sem að við erum búin að gangi í gegnum. Hvað getur hjálpað okkur að horfa fram á við í staðinn fyrir tilbaka? Já, Atli, til dæmis að slökkva símanum. Amen, halleluja, það á að vera gleði í húsi Guðs. Góður punktur, eiga samfélag við fólk. En vitið hvað hefur hjálpað mér, bara þannig ég fari bara aðeins inn á það. Stundum þegar mér líður svona og ég er í sársauka og í vonbrigðum og öðru slíku, þá þarf ég að passa alveg sérstaklega hvað ég horfa á, hvað ég hlusta á, hvað ég er með í kringum mig. Okkar innri hringur skiptir máli. Og Biblían kennir okkur að við eigum ekki að vera vinur allra, það er hreinlega til tjóns. Og við erum svo ómeðvitu stundum að við leyfum fólki jafnvel að bara kasta upp yfir okkur, sinni óanægju, sínum vandamálum, sínum, þið vitið, og svo framvegis. Það sem að við þurfum að gera er að varðveita hjartað okkar. Má ég heyra amen? Og vinni, ég þrá að sjá kirkjuna rísa upp og vera alveg það sem hún á að vera. Og hluta því er að vera með heilbrigð mörk.
Vera meðvitaður það að við eigum ekki og við eigum ekki að vera í kringum þá sem að gera óguðlega hluti. Munið hvað stendur í Sálmi 1. Býtu, hvernig var það aftur? Já. Akkurat. Guðmundur, getur flett upp á þessu. Gengur á vegi syndaranna, eigi situr í hópi þeirra sem hafa Guð að háði. Og vinir, þegar fólk að tala illum annað fólk, þá það að hafa Guð að háði. Það er að tala um sköpun Guðs. Og tala nú ekki þegar fólk að tala illa drottin okkar og frelsara, við eigum bara að fara burt úr þannig hópi. Má ég heyra amen? Þannig að við pössum okkur hvað við erum í kringum. Og kirkjan þarf að læra að helga sig. Hún þarf að hreinsa sig. Og ég man til dæmis í kringum þegar allt fór á hausinn 2007, þá muniði eftir stemmingun í samfélaginu. Muniði eftir því, hvað hún var óbúslega súr stemmingin á Íslandi. Það var ekki talað annað í sjónvarpinu og í öllum viðtalsþáttum hvernig við vorum að fara á hausinn og allir voru þunglindir og allir voru að gangi í gegnum þvílíka erfiðleika, fjárhagslega. En vinir, erfiðleikarnir urðu svo miklu verri út af því við vorum endalaust að hlusta á þetta. Já, nákvæmlega. Og það sem ég þurfti að taka ákvörðun á þeim tíma var bara hreinlega að slökkva útvarpinu. Hætt að horfa á alla þessa þætti sem að töluðu svona mikinn dauða. Og vinir, á þessu árið þá þurfum við að taka ákvörðun. Við þurfum að fara að helga okkur. Við þurfum að vera í kringu þau sem að lyfta upp því sem að Guð að gera í hjartan okkar. Við þurfum að umvefja okkur fólki sem að elskar. Og það sem að meira við þurfum að leyfa Guði að eiga við sárin okkar. Ef við gerum það ekki, þá förum við alltaf aftur á þann stað. Það bara þannig. Hafið þið tekið eftir svona ofbeldismálum? Maður sér konur, það oft sækja aftur og aftur í sambönd þar sem maður jafnvel beittar ofbeldi. Af hverju? Því að það ekki verið að díla við rótina. Guð vill lækna rótina. Hann vill hjálpa þér að taka góðar ákvarðanir. Hann vill koma inn í líf þitt og hann vill gera vegu þína slétta. Hann vill hjálpa þér að horfa á framtíðina en ekki fortíðina. Hann vill hjálpa þér að þú lærir og þú styrkist og að ræturna farir dýpra og þú berir mikinn ávöxt. Má ég heyra amen. Halleluja. Þannig númer 1, 2 og 3, þá það ný hugsun. Við þurfum númer 2 nýtt viðhorf, við þurfum númer 3 nýja sýn og við þurfum númer 4 að taka nýja ákvörðun. Hvernig gerum við þetta? Ný hugsun. Hvað meinarum með því? Í Orðskvörni 23. kafla í 7. versi þá stendur, hann eins og maður sem telur eftir. Et og drekk, segir hann við þig, en hugur fylgir ekki máli. Rétt þýðing þessi, eins og maður hugsar í hjarta sínu, þannig hann. Þannig að vinir, Biblían kennir okkur, við að hertaka sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Hvernig gerum við það? Ég ger það þannig og fólk hefur jafnvel mismunandi háttin á, en ég les orðið og ég endurtek það. Ég hugleiði orðið, eins og til dæmis þetta litla vers sem hefur hjálpað mér í gegnum svo margt. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Við þurfum að hertaka sérhverja hugsun til hlýðni. Og vinir, þegar orðið það sem að þú leitar í hverju sinni, þegar hitinn kemur á, þá kom ekki bölvanir upp úr hjartaðinu, orð Guðs kemur út. Og vinir, við þurfum að vera þannig kristi fólk að þegar óvinurinn kemur og með eitthvað svona klæki gegn okkur, að við svörum honum með orði Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að eins og maður í hjarta sínu, þannig hann. Halleluja. Í Rómverjabréfinu, í 12. kafla í 2. versi, fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafæri og læri svo að skilja hver vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Vinir, Ísraelsmenn mistu af vilja Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Það voru bara 2 sem komust inn á upprunalegri kynslóð.
Ferð sem átt að taka 2-3 vikur tók 40 ár. Af hverju? Því að þau fóru hring eftir hring eftir hring. Í sömu kringumstæðnar út af því að þau lærðu ekki. Út af því að þau voru föst í fortíðinni. Og vinir, Guð vill gefa okkur hið góða, fagra og fullkomna. En til þess að fá það, þá þurfum við að umbreytast með hennu nýja hugafari. Við erum ekki að haga okkur eftir öld þessari. Og við tökum eftir núna í janúar. Það búið að vera rosalega mikið af slæmum fréttum. Rosalega mikið af dauðsföllum á Íslandi. Það er eldgos, það er allt að gerast í Grindavík, það er ekki hægt að búa þarna og eðlilega hefur þetta áhrif á fólk. En vinir, við þurfum samt að vita innra með okkur að meir en sá sem er í okkur er heldur en sá sem að kemur gegn okkur. Ef að við horfum ekki til framtíðar, og ég tala ekki eins og hlutlaus aðili, við eigum hús í Grindavík, þannig ég tala reynslu. Málið það, við sem kristi fólk, við þurfum að horfa öðruvísi á hlutina. Má ég heyra amen? Þeir sem eru trúaðir og þeir lifa með Drottni, þeir sjá tækifæri í erfiðleikum. Því að Guð getur látið alla hluti, eins og ég var að lesa áðan, samverka okkur til góðs. Þannig að þegar við sjáum kannski erfiða kringumstæður, þá þurfum við að spyrja Drottinn, hvað ert að kenna mér í þessum kringumstæðum? Hvernig get ég beitt mér í þessum kringumstæðum? Hvað vilt þú segja við mig í þessum kringumstæðum? Og í staðinn fyrir að vera kvart og kveina, þá þurfum við að lofa Guð. Treysta því að hann mun gera veg þar sem að er engin vegur. Við tölum það áðan, hann er waymaker. Og þegar við lendum í svona kringumstæður, þá verðum við einmitt að gefa honum dýrðina og við þurfum að treysta honum að hann er að gera veg. Þegar við sjáum það ekki. Og lagið sagði, jafnvel þótt ég finn ekki fyrir því, þá ert að vinna. Og vinir, í dag, jafnvel þótt að ég finn ekki fyrir því, jafnvel þótt að ég uppliki gæsahúð, það skiptir engu máli, Guð er að vinna. Og ég þarf að vera trúföst að lyfta upp nafni hans. Ég þarf að vera trúföst að falla ekki í þá gryfju að vera að tala bölmóð yfir mig og minn huga. Ég þarf að treysta Drottni. Og í svona kringumstæðum þá er svo auðvelt að horfa. Við fáum nefnilega svona rörasýn þegar við förum í gegnum erfiðleika. Við sjáum ekkert nema erfiðleikana sem við erum að gangi í gegnum. En Guð vill gefa okkur eðli arnarins. Hann vill gefa okkur kraft. Þegar við vonum á Drottinn, kennir ritningin, þá fáum við nýjan kraft. Og hvað gerist? Við förum að fljúa upp á vængjum sem ernir. Og vinur, örninn, hann lítur á vonda veðrið sem áskorun að fljúa hærra. Og vinur, við sem kristi fólk sem eigum Jesú, sem er frelsari alheims, hann býr innan með mér. Hann býr innan með þér. Við horfum öðruvís á kringumstæður lífsins. Við horfum öðruvís á dauðan. Við horfum öðruvís á það sem mætir öllu fólki. Því hann er sá sem hefur sigrað dauðan, býr innrað með mér. Má ég heyra með hann? Og vinir, þess vegna að þá gleðjumst við þegar við erum sett í eldinn. Við erum spennt þegar eldurinn kemur. Af hverju? Því að Guð er að gera eitthvað nýtt. Og stundum í eldunum að þá er alls konar hlutir innan með okkur sem að þarf bara hreinlega að brenna burt. Í þessum tilviki, það sem er að gerast hjá okkur í Grindavík, þá er það mitt plan. Það þarf stundum að deyja. Mitt plan er ekkert endilega besta planið. Besta planið er Drottins plan. Má ég heyra með hann? Og vinir, þarna hugsa ykkur Ísraelsmenn í þessari stöðu. Hann var búin að gera þvílíku kraftaverkin, en samt var vantrú í hjarta þeirra. Og vinir, Drottinn er búin að gera þvílík kraftaverk í mínu lífi. Ég veit hann er búin að gera þvílík kraftaverk í þínu lífi. Í staðinn fyrir að mögla, í staðinn fyrir að kvarta, í staðinn fyrir að vera pirruð út í þennan og hinn, förum að lyfta upp nafni Drottins, förum að átta okkur á því að hann er stærri en þetta allt saman og það mun samverka til góðs. Má ég heyra með hann?
Amen. Þannig að nýtt viðhorf. Það er svolítið áhugavert, þetta orð í orðskvæðunum 23:7, hugsar í hjarta sínu, það þýðir hlið. Og vinir, það þýðir hlið. Hvernig við hugsum í hjarta okkar, þetta orð í orðskvæðunum, þannig eins og maður hugsar í hjarta sínu, þannig er hann. Þetta þýðir hlið og mér finnst það ótrúlega tákgrænt. Út að við stjórnum því, vinir, hvað fer inn hliðið og hvað fer út hliðið. Má ég heyra amen. Og við erum oft bara með galopin hlið fyrir alls konar bulli sem á ekki heima í líf okkar. Má ég heyra amen. Það er bara þannig. Og líka þetta, við þurfum að opna hliðið upp á gátt að Guð er að koma inn með eitthvað sem hann vill gera. Þá erum við stundum alveg varfærin og bara, nei, þetta hefur alltaf verið svona Drottinn, ég ætla bara að halda mig við þetta. En hann hefur nýtt fyrir stafni, má ég heyra amen. Halleluja. Þannig að númer 2 er nýtt viðhorf. Halleluja. Svo ætla ég aðeins að fara í nýja sýn. Í 4. Mósebók 21. kapla í 24. versi, en Kaleb þjón minn sem hann hefur, alveg ert með þetta? Já. En Kaleb þjón minn sem hefur annan anda, fylgir mér í einu öllu, mun ég leiða inn í landi sem ég fór til. Niðjar hans skuli taka það sér til eignar. Þannig að hann hafði annan anda, hann Kaleb. Og það hefur líka með það að gera að hann hafði aðra sýn. Sýnin fer alltaf fram á það að þú sjáir framtíðina. Þú ferð alltaf í þá átt sem þú horfir. Það er áhugavert að skoða það að eina konan sem að í rauninni Jesú vísar í og varar okkur við er kona Lóts. Hann er að tala enda tímana, Jesú, og hann er að tala þegar 2 menn eru á akri og annar hverfur. Og þá segir hann, verð ekki eins og kona Lóts. Varist að vera í þeirri stöðu. Og hvað gerðist með konu Lóts? Jú, Guð hafði kallað á út úr stanum sem þau voru á, en hún horfði tilbaka. Og vinir, við sem kristi fólk, við verðum að passa okkur hvert við erum að horfa. Við megum ekki að horfa tilbaka. Og hún var það saltstólpa. Hún festist á stað þar sem hún átti bara að vera að ganga Þetta var bara hluti af hennar vegferð. En út af því að hún var ekki tilbúin fyrir það nýja, það var eftirsjá í hjartennar, gagvart í gamla. Að hún horfði tilbaka og hún varð að saltstólpa. Og vinir, við þurfum að passa okkur á því, kirkjan þarf að passa sig á því, að við verðum ekki saltstólpi. Að við höldum áfram göngunni. Að við séum ekki bara parkera það sem að við erum kölluð til þess að gangi í gegnum. Má ég heyra amen? Þannig að sýnin okkar, hvert erum við að horfa, skiptir svo miklu máli. Og við ætlum ekki að vera eins og kona Lóts. Og svo að lokum ný ákvörðun. Hann tekur okkur að landinu og það stendur hérna í 5. Mósebók 1:8, hér fæ ég ykkur landið. Farið og sláið eign ykkar á landi sem Drottinn sóur að gefa feðrum ykkar Abraham, Ísak og Jakob og niðjum þeirra. Það er ekki nóg, vinir, að vita landinu. Við þurfum að taka landið. Halleluja. Og allar ákvarðanir sem við tökum í dag fær okkur nær markmiðinu eða fjær. Og við lifum á afar sérstökum tímum, alvarlegum tímum. Og Guð er að fara fram á það við okkur, vinir, að við tökum nýja ákvörðun. Rísum á fætur. Halleluja. Guð er að fara fram á það, vinir, að við tökum nýja ákvörðun. Halleluja, Drottinn. Jesús, Jesús, Jesús. Við þurfum nýja hugsun. Við þurfum nýtt viðhorf. Við þurfum nýja sýn.